Sólarvarnir, bjargvættir eða skaðvaldar. Síðustu ár og áratugi hefur verið mikil umræða notkun sólarvarna og við verið hvött til að nota hana daglega. Sólarvarnir eru farnar að sjást í daglegum húðrútínum fólks og samfélagsmiðlum, þær eru lofsamaðar og sagðar algjör nauðsyn. Á sama tíma hefur einnig borið á því að mælt sé gegn sólarvörnum, þær innihaldi skaðleg efni og séu jafnvel að hafa verri áhrif á okkur en sólin sjálf. Það má því spyrja sig hvað í ósköpunum á maður að gera eða hverju á maður að trúa. Sólin gefur frá sér bæði útfjólubláa geislun, UV og sýnilegt ljós. 10% sólarljós er innan UV-sviðsins og eru það þeir geislar sem valda bæði sólbrungu og sólbruna. Útfjólublá geislun getur valdið óafturkræfum skaða á húðfrumum líkamans og leitt til húðkrabbameins, hvort sem það er flöguþekjukrabbamein, grunnfrumukrabbamein eða sortuæxli. Geislunin er talin helsta orsök krabbameina í húðinni, stærstu líffærin okkar og þess vegna er mikilvægt að vera meðvitaður, þekkja áhættuþætti og fylgjast með breytingum á húðinni. Hvernig hefur sólin áhrif? UV-geislun sólarinnar má skipta í 3 flokka sem sjást á þessari glæru. Við vitum því að áhrif UV-geislunar getur haft skaðleg og óafturkræf áhrif á húðina en samt sem áður þurfum við einnig á litlu magni UV-geislunar að halda til þess að framleiða D-vitamin sem okkur Íslendingum skortir svo gjarnan. Myndun D-vitamins í húðinni fer fram með efnahvarfi sem þarfnast nefnilega UV-geislunar. Brúnka og bruni. Melanín er fjölliður litarefni eða polymeric pigment sem dregur í sig UV-geisla og kemur í veg fyrir að þeir skemmi aðrar frumur. Melanósítar í efsta lagi húðarinnar, epidermis, framleiða melanín og við það dökknar húðin og við fáum tan eða brúnku. Hvernig hefur UV-geislun skaðleg áhrif? UV-geislar geta skemmt erfðaefni frumunar, DNA, bæði beint og óbeint. Geislunin getur til dæmis valdið því að basapör DNA-strendingsins hvarfast við hvorn annan og mynda pyrimidin dímera sem valda breytingu á byggingu og lögun DNA-helixins. Slíkar breytingar komi í veg fyrir að afritun eða replication erfðamengisins gangi upp og leiðir lokum til krabbameins. UV getur einnig haft óbein áhrif á DNA og valdi skemmdum þegar melanín myndar ROS eða Reactive Oxygen Species. DNA getur undirgengist viðgerðarferil til að afturkalla og laga þessi áhrif en ef frumur skemmast of mikið fara þær í apoptósu, hálfgerða sjálfseyðingu þar sem ónæmiskerfið er virkjað og frumur ónæmiskerfisins mæta á svæðið með þeim afleiðingum að blóðflæði skemmda svæðið eykst, bólguviðbragð myndast og veldur það sársaukanum og óþægindunum sem við finnum við sólbruna. Sólarvarnir. SPF eða Sun Protection Factor og UV-filterar eru virku efnin í sólarvörnum. Þau eru mismunandi milli sólarvarna og geta verið af kemískum eða náttúrulegum uppruna. Kemískir UV-filterar hafa verið nokkuð umdeildir og hafa rannsóknir sýnt fram á að slík efni frásvegist í gegnum húðina og finnist í blóði þeirra sem báru sólarvörnina á sig allt að nokkrum vikum eftir notkun. Efnin geta safnast upp í líkamanum og þrátt fyrir að húðin sé þornuð eftir áburð eða farin af eftir þvott geta efnin enn verið til staðar og safnast upp með aukinni notkun. Slík efni hafa einnig fundist í brjóstamjólk og geta borist til ungabarna. Einnig komast þau í gegnum fylgju og geta þannig borist til fósturs. Slík kemísk efni geta komist yfir blood-brain barrier-faktorinn og borist þannig til heilans og haft áhrif á taugakerfið og safnast þar upp þar sem að heilin er fituríkur vefur. Börn og ungabörn eru sérstaklega viðkvæm fyrir áhrifum þessara efna þar sem nýmyndun taugamóta er hröð og gríðarlega mörg þroskastig sem líkamar þeirra eru að ganga í gegnum. Kemískir UV-filterar geta einnig haft hormónaraskandi áhrif, sérstaklega hjá börnum, ungabörnum og fóstrum í móðurkviði. Kemískar Wafis Mineral sólarvarnir. Hver er munurinn? Helsti munur kemískra Wafis Mineral sólarvarna felst í virku efnunum. Kemískar sólarvarnir innihalda oft virk efni eða UV-filtera á borð við oxybenzón, avobenzón, oktisalit, oktokrílin, homosalit og oktinoxid. Mineral sólarvarnir innihalda aftur á móti steinefni eins og sinkoxíð eða titaniumdíoxíð. Efnin hafa öll sína kosti og galla. Kostirnir eru vissulega þeir að þau eru verndandi fyrir UV-geislunum og við vitum hvaða áhrif þeir geta haft, en gallar þessara efna geta valdið svipað miklum ef ekki meiri skaða en geislarnir. Á þessari glæru má sjá töflu með helstu UV-kemísku filterum og hvaða áhrif þau hafa verið tengd við. Og á þessari glæru má sjá smá texta titaniumdíoxíð og sinkoxíð sem eru flokkur sem möguleg krabbameinsvaldandi efni sé þeim andað að sér í miklu magni og því eru sólarvarnir sem innihalda þau efni á sprey eða duftformi mögulega varhugaverð. Þá er stærð þessara efna einnig umhugsunarverð. Svokölluð nanoparticles eru talin geta frásogast í gegnum húðina og því mikilvægt að velja sólarvörn sem inniheldur ekki efni í þeirri stærð.
Þá hafa rannsakendur bent á að það sé ekki ráðlegt að blanda mineral sólarvörnum með öðrum UV-filterum þar sem slík blöndun efna getur bæði haft óæskilegar afleiðingar og minnkað virkni gegn UV-geislunum. Það eru strangar reglur styrkleika virku efnanna í sólarvörnum bæði innan Evrópu og svo innan Ameríku. Það sem þarf að hafa í huga eru hins vegar þessi samanlögðu áhrif. Þegar sólarvörn borin á aftur og óvíst hve mikið magn af þessum efnum hefur safnast upp inn í líkamanum. Ólíklegt að efnin valdi skaða með því að nota sólarvörn einu sinni eða einstaka sinnum, en með stöðugri notkun spurning hvort notkun þeirra sé af hinu góða. Í stað þess að bera sólarvörn á sig daglega því spurning hvort hvetja ætti heldur til annarra varna, svo sem notkun sólhatta eða derhúfa, veri fatnaði sem hylur, til dæmis að kaupa sundgalla fyrir börn og unga börn í stað efnalítilla sundfata, halda sólböðum í lágmarki, sleppa allri notkun ljósabekkja og svo framvegis. Notum sólarvarnir sparlega og vöndum valið við kaup á þeim, sérstaklega fyrir börn og ófrískar konur. Hér má sjá dæmi 2 sólarvarnir af kemískum uppruna sem lyfjaselur og ég tel vera góðar. Og hér má sjá dæmi 2 mineral sólarvarnir sem lyfjaselur og ég tel góðar. Þetta þó alls ekki tæmandi listi, enda lyfja með frábært úrval af flottum sólarvörnum. Takk fyrir að horfa.